syngur Sverrir Þór Sverrisson hér í laginu Crazy Bastard. Klukkan er rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Já, það er glampandi sól úti og fólk er búið að tjúna sig inn á réttu stöðuna. Er glampandi sól? Nei. Nei, samt það er hlýtt. Það er hlýtt. Já, það er ekkert að veður allavega. Nei, þetta er golfveður eins og við kallum þetta. Já, þetta er líka bara fínasta fótboltaveður og svona. Já, þetta er gott hlaupaveður. Já, og mjög gott líka að fara út að labba. Já, og frábært badmintonveður. Nákvæmlega, þú spilar nú svolítið badminton. Já. En það hérna er flottu þáttur hjá okkur strákunum í dag. Við erum með hitaklefan á sínum stað sem að fekk frí síðasta þriðjudag. Já. Og já, ætla sé ekki svona næst frægast Íslendingurinn frá upphafi í hitaklefa dagsins. Nú? Eiður Smári Guðjónsson. Já, hver er frægasti? Er það ekki Björk? Það er Björk og svo Eiður. Er það ekki? Já, hvað myndir að halda? Hann er náttúrulega heimsfrægur fótboltamaður. Já. Ég held að hann sé svona, næst frægast Íslendingurinn. Kannski Jón C. Sigurós. Já, nei, þú veist, ef að Jón C. Sigurós að labba London eða Barcelona þá er hann ekki stoppaður fyrir myndatökur, sko. Jú, í vissum hverfum. Í vissum það eru hverfið sem við þurfum ekkert að ræða hér. Hann er stoppaður í San Francisco, hvar sem er, sko. Já, hann er idol þar. Já. En, já, eins og ég segi, þá er Eiður Smári Guðjónsson í hitaklefa dagsins. Já, hann bara heyra það. Já, við ætlum líka að hringja til Færeyja við Sveppi því að það er Ísland-Færeyjar á morgun í fótboltanum. Ó, já. Þjóðin stendur á öndinni. Já. Þetta er enda sko án þess að vera einhverju töffarri þetta. Við vorum nú að gera grína í áðan að þetta væri nú ekkert mest spennandi leikur í heimi. Nei. Það langar mig samt að fara á völlinn. Sjáast, já, við erum með mikið af góðu leikmenn. Það er gaman ef að Eiður myndi fá nokkra mínútur og Gylfi þarna með og Kolbeinn og... Já, Eiður fá nokkra mínútur, er hann ekki inn á, heldur? Já, hann er ekki með félagslið, sko. Hvað má maður þá ekki spila? Jó, hann er bara ekki búinn að ræfa með liði. Nei. Þannig að ég hugsa að enga leikur hann byrja inn á. Nei. En hann er svona, við komum nú inn á það í hitaklefanum, hvort hann ætli ekki að fara að drullast til að finna sér eitthvað lið. Já, það er þetta góða punktur. Og hann svarar vel þar. Og Gylfi með? Já, Gylfi og Kolbeinn og Aron orðin fyrirlið og þetta er, ég ætla völlinn. Já. Það er ekki að það er svona viður, þá er gaman að kíkja á það. Þetta er alltaf stemming, sko. Já, en ég reynda geta ekki nefnt eina sálu í þessi færeyska liði, sko. Nei. Getur þú nefnt með einhvern færeyskan fótboltamann ever? Nei, ég man bara alltaf eftir einum færing sem var markmanninu sem var alltaf með húu. Já. Hann var með svona prjóna húu. Já, ok, töff. En hvað, er einhver frægur færeyingur? Hver er svona frægasti færeyingurinn? Jökvan. Já, höfði damar. Eivor. Klikkar og Eivor. Já, hvað er færeyingar er alveg með sneisa fullt af frægur. Já, Jökvan. Ætli hann sé frægasti færeyingur núna? Ætli Jökvan. Ætli hann sé bara með sumarhús í Færeyjum og sé alveg spaðinn þar þegar hann kemur. Já. Bara hetjan komin heim. Kemur bara á einkaflugvélni sinni. Þyrlan fer með hann beint í sumarhúsið. Í Færeyjum. Þannig rúlar hann þar. Hann er rúlarn í Færeyjum. En hérna Reykjavík að bara klippa. Já. Og Eivor í árin og góð tónlistakonuleika. Það er eina sem ég veit, en þau eru flúðu til Íslands og veist. Þau flúðu ekki til Íslands, fjandinn af það. Bara fluttinga. Já. Heldur þetta að vera þannig að Jökvan hefði komið bara til Íslands með stóra drauma? Já, gæti verið, sko. Já. En það náði nú sér álega á strik. Náðu sér að stríða, hann vann X-faktorn. Já. Vel gert hjá hann. Já, mjög vel gert. Og enda toppsöngari. Já. Já, þannig að við ætlum að hringja til Færeyju eftir og aðtuga hvort að Færeyingarnir séu jafn spenntir fyrir þessu leik og við. Já. Svo erum við með sturlaða staðrindar á sínu stað og svo ætlum við líka að fara í... Já, sko, þetta er nú ekki dagskrárliður hjá okkur. Við getum eiginlega haft þetta dagskrárlið. Já. Hann heitir bara... skellt á mig. Já, það eru nokkrir kringum okkur Sveppa sem hafa engan áhuga að tala við okkur. Og móðir mín neinaði, men við náum nú alltaf einhvern veginn að fá hana. Við náðum hins vegar ekki að hringja hann í dag, hún svara okkur aldrei. Þannig við ákváðum að hringja í nokkra sem hafa alltaf skellt á okkur. Já. Og þið heyri það hér á eftir, svona fólk sem vill ekki tala við okkur. Já, hressandi. Þannig að það er nóg að vera. Hvernig ertu annars, Sverrir Þór? Ágætur, ekki meira. Já, Hvað stressaðir? Ég er náttúrulega pínu stressaður að fara í útvarpið og svona. Já. Erfið nótt, nú, hvað varst að gera? Sko, í gærkveldi fór ég, sko, þetta er mjög skrítið. Já, þú ert ekki að fara að segja einhver, þetta er ekki viðbjóður, eða? Nei, ekki viðbjóður, en ég vaknaði nótt og ég gat eiginlega ekki sofnað aftur. Já. Af því að ég var með krónískan kláða í endaþarminum. Já, herri, Ég er ekki að grínast, hefur lent í þessu? Ertu að meina þetta? Já, ég er sverjað upp á líf mitt og dauða. Ok. Ég vaknaði klukkan 3:30 með kræða alltaf að klóra það bara í rassunum. Ég var bara, ég vissi ekki hvað þetta gera. Ég var bara nærri bara farin út að keyra, sko. Já, ok.
Ég var bara að drepast í raskatinn. Gæstu ekki borið eitthvað á þetta? Jú, ég setti AD-krem svona sem ég setti stundum á krakkana. Já, virkaði það? Já, sko, það virkaði ekki. Svo fór ég í sturtu, bara kl. 4 nótt. Já, ok. Bara reyna að þrífa með raskatið eða eitthvað. Ég sverða, mér klæjaði ógeðslega mikið og þetta er ógeðslega óþægilegt af því að þú neyðist til þess að klóra þér. Já. Og þetta komið svona skítur á puttunum, skilur, þó svo ég hafi alveg verið með hreinan rass og svona. En manni finnst það samt alltaf eitthvað svo soðið. Já, sjálfsögðu, það er... Og hérna, það endaði með því að ég fór í sturtu. Já. Og bara á mig svona blátt. En hvað, varð konan var við þetta? Já. Já, vaknaði hún sem sagt? Hún sendi mig í sturtu hlæjandi. Henni finnst það bara fyndið, sko. Já, ok. Þegar mér líður illa, þá líður henni vel. Já. Þá hlægir hún bara og finnst það ógeðslega fyndið. Já, ég er enda eiginlega sammálanni þar. Já, og veist, ég var bara, þetta var agalegt og svo er þetta líka svo ömurlegt. Þetta er vondur staður, það verður að viðurkennast. Já, og líka þú getur ekki aumkunarverð, skilur, yfirneitt. Þú getur ekki sagt einhverjum, ja, hvernig hefur það? Ég er með krónískan kláða í endaþarminum. Já, ok. Þetta er samt skárra. Það er samt skárra að lenda í þessu heima hjá þér upp í rúmi fyrir út að fara að sofa. Heldur nú að stattur í banka eða, þú veist. Já, það náttúrulega ferður bara á klósetti og reynir einhvern veginn að skeina þér eða eitthvað. Já. Klóra þér. En veist, þetta er samt, skilur, það er hérna, það er allt til að tala um tippi. Já. En það er bara 50% þjóðarinnar með tippi. Já. En við erum öll með raskut. Já, maður það bara fer svolítið eftir bara hvernig orðar þetta, skilur við? Þess vegna tala ég sko endaþarm. Já, það eru líka bara sagt með klæja í rassin en ekki þú hefur verið með krónískan kláða í endaþarminum að það er eitthvað hljóma verð. Klæja í rassin er eitthvað bara svona, við klæjar ekki. Það er strax bara eitthvað svona settlir af barnastjörnu, sko. Ég veit það, en ég er bara að opna því þetta fyrir hlustendur. Það er það sem við gerum. Já, manst ekki hvað ég sagði? Ég las nú einu sinni hérna einhver FM-preppi. Besta sem þú getur gert sem útvarpsmaður er að segja satt við hlustendur þínar. Og ég er að því núna, sko. Já, þá vitið þið það. Sveppi átti með svefn í nótt. Ég svaf eins og unga barn. Það gat nú verið. Já, eins og barnið minn. Jæna, fáum smá Bruno Mars og Lil Wayne með Mirror. Þetta er ekki heist lengi hérna í þessum þetta. Þið að hlusta á FM 95 Blue og gerir það vonandi alveg til 6 í dag. Því að þá hættu við strákarnir. Já, þetta er rússíbanareið að eintómri gleði og hamingju. Já, 2 tíma rússíbani sem er farin af stað. Og eins og alltaf á þessum tíma dags þá er ég að spá að fara í slúðrið. Ertu tilbúin ég er með 13 slúðupakka í dag. FM skútan hefur lagt á stað. Já, og þeir eru búin að losa sig við landfestar. Það er fullt skip af tónlist og fíflaskap. Ójá, kallið minn. Og stefnan er sett í austur. Það er komið að slúðrinu og ég ætla að byrja að segja ykkur frá því að það eru mikla vangaveltur í gangi núna hverjir setjast í dómarasæti í Idolinu, nú fyrir American Idol að fara aftur á stað. Já. Og bæði Steven Tyler og Jennifer Lopez hætt. Randy Jackson verðist nú bara að vera fastur þarna í stólnum, ekki sá grensli. Nei, þetta er líka bara fínt fyrir hann, maður. Já, hann er líka bara skemmtilega hann. Situr bara og segir eitthvað og veist það bara ertu tilbúin að vinna fyrir marga milljónir næstu 15 árin? Já. Já, líka bara hann hefur vita á þessu og mér finnst hann bara fínn á það. Ég vona að hann fara ekkert, sko. Nei. En, nú er hún, Mariah Carey, nánast búin að lofa sér í 1 dómarastólinn. Já. Og búið að ganga frá því og svo er verið að reyna að fylla hinn 2 sætin. Og það nýjasta er að Alanis Morissette muni sittast þarna í þessa dómnefnd. Og sjarmerandi. Já, og það er talað það að hún ætti að vera svona vægið á milli, sem sagt, að því að hún stendur hérna, þá er Mariah Carey svona nett dífa. Já. En hún er svona jarðbundnari, hún Alanis Morissette, og hún er meiri vita og svona geti hjálpað. Já, hún er svona, meira. Það er svona down to earth gæla. Já, ef þú berðar saman, nú þekki ég þær ekkert, það er oft asnalegt að vera að ræða fólk sem þú þekkir ekki neitt, en svona með það sem ég séð í viðtölum og séð að þeim, það er nú alveg gefið af sér og svona, þá myndi ég halda til dæmis að Mariah Carey sé að setjast þarna til að selja fleiri plötur. Já. Og komast í spotlightið. Já. Og meðan Alanis Morissette myndi setjast þarna actually til að hjálpa fólki. Já, einmitt. Sammála. Já. Fyllilega sammála. Það er líka verið að orða fleiri þarna við, það er að vera að tala um að P. Diddy geti sest í stólinn fyrir Steven Tyler. P. Diddy. Það geti verið allt í lagi. Hann er svona nettu töffari. En ætli þessu fólki, finnist þetta að vera svona downgrade að fara í dómarasæti þarna? Alls ekki, því að eftir að Steven Tyler og Jennifer Lopez tók þetta sér, þá hefur fyrir þeirra sko bara farið þvílíkt flug.
Jennifer Lopez var núna valinn mesta konan í Hollywood. Já, ok. Og plötun hennar byrjaði að seljast aftur og hún hefði farið að leika aftur í kveikmyndum. Hún sko var ekki að gera neitt á hann að byrja í Idol. Já. Og Steven Tyler var hættur í Aerosmith. Nei. Jú, þegar hann fyrir Idoli. Þeir rifust svo mikið. Og núna bara Aerosmith, það eru uppselt allstaðar og plötunar að seljast í bílförmum aftur sko. Já, ok. En það samt eitt sem að pirra mig við þetta. Hvað með það? Það svona þegar dómararnir fara sjálfur upp á svið að syngja. Já, það það sem þú veist, þau að gera þarna, svona komast þeirra framfæri. Þetta náttúrulega það engin sjónvarpsþáttur í Bandaríkjunum með meira áhorf, auðvitað vilja þau svona sína, hei, ég ennþá. Já, en samt ættu ekki einu svona þurfa þess sko. Nei, en ég lofa því að Mariah Carey að fara að syngja hann ef hún í dómnefnd. Já, einmitt. Það alveg pottið. Og allavega þá verður að tala P. Diddy eða Pharrell producent, eða Nick Jonas. Nei, fjandi, Nick Jonas og Jonas Brothers. Sleppum því. Veist ekki hvað það er? Ekki hugmyndum. Jú. Þetta er eitthvað boyband þetta. Það er strákar. Jonas Brothers. Herru, svo það Robert Pattinson. Það er mikið fjallað hann hér í slúðrinu. Hann var í sínu fyrsta viðtali í gær og fór og hitt hann Jon Stewart í The Today Show. Já. Og Er það ekki Jon Stewart grínari einhver? Jó, það eru góðið þættir sko. Nei, Daily Show, segja Daily Show? Já. Sem á Stöð 2 þarna á kvöldin? Já, og hann mætti til hans og komst víst ágætlega frá því. Hann talaði nú lítið Kristen Stewart, sagðist ekkert vilja ræða það og flissaði eiginlega bara allan tíman. Já. Hann var svona hálf stressaður, ég er búin að sjá þetta viðtal sko. Já. Hann var alltaf svona, hann bara, herru, hvernig hefur það? Já, bara góð, hann var drullu stressaður. En af hverju var hann að fara í þetta? Já, hann að prómóta mynd sem að koma út og var bara að segja frá henni og svona líf hans þar að það heldur áfram, skilur. Ég myndi bara gera svo Tiger Woods. Nú? Bara leggjast í hýði. Já, það er ekki. Það er annarkort sem að þú ert búinn að skýta á þig. Já. Eða einhver er búinn að skýta á þig. Já. Leggjast í hýði. Já, leggjast í hýði. Alveg gefa þessu bríþir sko. Svo er ég er með smá meira slúður hann ef þú ert tilbúinn. Kenny G er að skilja. Kenny G? Já, saxofónleikarinn maður, jazzarinn, hann er að skilja eftir 20 ára hjónaband. Já. En hún Belinda Helene Benson Gorelick, konan hans hefur sótt skilnað. Já. En þau eru ekki búin að, þau hafa ekki verið hamingjusöm síðan í janúar, stendur hér. Nú ok, bara síðast 15. janúar voru hamingjusöm, 16. allt dött. Þau horfðu saman á Wedding-grassið 13. janúar, hlóu, svo er bara búið að vera downhill síðan. En þetta er leiðilegt. Já. Það er einhver sem segir mér að Belinda Helene Benson Gorelick sé ekki að fara að hlusta á Kenny G ekki í náinni ástasorginni. Nei. En það er hundleiðilegt. Það er sko, veistu það? Hlustu eitthvað gaur, myndi eitthvað saxofón. Sko, eina sem að mér finnst áhugavert í slúðri. Já. Eina konan sem að ég les í slúðri. Já. Er Jennifer Aniston. Já. Ég hugsa oft hana. Ég er með hana í lokin. Er það? Já. Og what a surprise. Ég fyndi að þú skildir minnast á Jennifer Aniston því að hún er trúlofu núna. Já, ég var að lesa þetta. Já, hún var að trúlofast Justin Theroux. Já. Og hann bað hennar á afmælisdegi hennar. Æ, ég veist það. Ég fíla það. Hún á allt gott skilið. Það er nefnilega máli. Ég stundum á henni. Angelina Jolie viðbjóðst dæmið þarna, þá vill bara Jennifer Aniston sé happy. Já, og það er nefnilega, ég á það til svona á henni fyrir að sofa eða keyra í bílnum og svona. Já. Og reikar hugur minn til Jennifer. Já, ég hef og ég svona hugsa hana bara hún er búin að leika þarna ég svona vona alltaf að hún takja sér rétt hlutverk. Já. Ég vona að þetta samband gangi upp og ég vona hún verði ólétt bráðum og eignist bara 2 típur. Mér finnst þess að hún sé ekki með slæmt bein í líkamann sínum. Nei. Hún er með svona, ég held að ef þetta væri vinkonum hans sem hann myndi fá svona móðutilfinningu í kringum hana. Hún á skilið góð börn og allt gott. Já. Ég held alltaf með henni í þessu Jennifer. Já, Jennifer alveg sammála því sko, mér finnst hún æðisleg sko. Já, hún er frábær. Hún er svona eina svona Hollywood-stjarnan sem ég hugsa til þegar Já, það er gott að vita, svona milli þess að þetta klóraður í raskatinu. Þetta var slúðurpakki dagsins, hér rétt handa af hotnið ætlum við að hringja til Færeyja, Eiður Smári Guðjónsson í hitakleifanum og svo ætlum við að reyna að tala við systir mína og konu þína því að við vitum að það er mjög líklegt að það er skella á. Já. Þetta er hins vegar eitt af mínum uppáhaldslögum í dag, Never Let Me Go, Florence and the Machine.
með Never Let Me Go. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Styttist í að við hringjum til Færeyjafélagarnir, en ég var að lesa hérna með vinsælasta fréttin á tvf.is webbi. Vinsælasta fréttin á tvf? Nei. Já, það er að Greta Salome er byrjuð að búa. Er það vinsælast á tvf? Það er mest lesið í dag. Já. Þannig að, já, ég fór að klukka hann og falli myndaðinni hérna og... Hvað, bjóðu hvergið það? Já, þau bjögguðu hjá foreldrum til skiptis. Hún og Elva Þór Karlsson, kærastinn hennar. Já. Þú voru bara svona hjá foreldrum til skiptis en eru núna komið í sína eigin íbúð. Já. Skemmtilegt. Þetta er náttúrulega ekki hægt. En svo er líka svo fyndið, það er... Hverjum er, sko, Greta Salome stórkostleg. Frábær sönguna. Æðisleg. Og bara tekur fiðluna og rúlar henni upp og allt. Og píanói. Og spila hann píanólega. Og svo hann í geðveiku formi, hún er í bootcamp og svona. Já, hann er í bootcamp og þetta er bara flott pía. Eðal skvísa. Já, en hverjum er ekki drullu saman hvort hún sé fann að búa eða ekki? Það er oft svona með fréttir, það er stundum eins og að ég setja inn fréttir, svo að kommentakerfi logi af þessu, því að ef þú fer svo inn, þá kemur bara hérna, Ása Hauksdóttir hérna, er þetta frétt? Já. Svo kemur næsta, fróða frá upphæði til enda. Svo kemur Jón hérna, mest lesið, andvarp. Þannig svona, það er stundum, og líka hefur þið tekið eftir, eins og með útrás og gosa og svona. Já. Það er eins og, DFF leikur sér stundum að setja inn einhverja fréttir að þeim sem er eitthvað algjört bara ekkert. Já, bara ekkert, sko. Aðeins til að tendra þarna í kerfinu, kommentakerfinu. Já, ekkert eitthvað sem bara svona, Jón Ásgeir söldi, þú veist. Já, bara Robert Weissmann, Íslandsmeistari í hjólreiðum. Já, þá bara, já, hvað fekk hann þetta hjól? Stal hann því eins og hann stal öllum peningunum að þjóðinni? Já, þá verður allt vitlaust. Þá verður allt brjálað, maður. Ólafur Ragnar, verður að ræða hann. Já. Og allir brjálaðir yfir því. Það er mér sem búið að taka út hérna á kommentin, við getum ekki eins og lesa, en við óskum Gretu Salome bara innilega til hamingju með... Þetta verður að tala að, veist, fossetinn, hérna, Ólafur Ragnar er góðu kostur á 10.000 króna seðilinn. Þá kemur einhver. Það myndi nú aldeilis við, hérna, myndi nú passa aldeilis við hégómagirnd fossetans. Já. Það er bara svona, já, ok. Við hafa hann picture blank. Já. Þetta er aðeinslega. Hvað með skýr á seðilinn? Já, þetta er hresslið. Allt er að koma með koma. Þetta finnst stundum gaman að lesa. Já. En ég verð stundum, hérna... Það getur orðið geðbilaður. Ég missi bara svona, missi trún á þjóðinni stundum. Þú eru að lesa kommentarkerfið? Já. Já, svona er þetta að við ætlum að ringja hér eftir örskamastund í, já, bæði systur, konu, Eiðsmára og Færeyinga. Förum í örstuð skilaboð fyrst. FM 957 og Hátækni kynna. Dell fartölvur komnar í sölu hjá Hátækni Ármúla. Að því tilefni er í gangi hér á FM 957 og já, það gerist nú ofta þriðudöfum að við sveppi ringjum í móðu mína. Já. En hún hefur engan áhuga að tala við okkur. Og aldrei tilbúin með brandara eða vísur? Nei, það virðist einhvern veginn alveg vera dáið. Hann er alveg, sko, fyrirmuna að reyna... Já, að vera hress og skemmtileg. Já, allavega hendi eina limru eða eitthvað. Já. En skemmtilega við þetta, við hringdum nú líka einu sinni kærustuna þína. Hún skellti strax á okkur. Hún skellir alltaf á, sko. Við hringdum í Mæju systir, hún skellti strax á okkur. Já. Og Dæja systir skellir líka alltaf á okkur. Já. Nema það að þetta er svona orðin pínu liður núna sem að við erum að hringja fólk sem vill ekki tala á okkur. Já, það er mjög gaman, sko. Það er alltaf hressandi, sko. Og það sem ég er að spá að gera núna er að hringja Dæju. Ég veit að hún er búin að seifa í síma sinn, þannig við getum ekki hringt í hana. Já, við höfum aldrei gert það því hún fattar þetta alltaf. Já, en ég var nefnilega að fatta eitt að hún er núna að vinna hjá bílalegu Akureyrar. Já. Og við getum hringt þangað og fengið samband við hana. Já, og fengið bara að tala við hana. Er hún að svarar hún í síma þarna? Ég bara veit það ekki, sko. Ég hef ekki farið að heimsótt hana í vinnuna. Veistu ekki hvað systir að gera í vinnunni? Jó, hún er að taka pantanir og eitthvað. Ég veit það ekki. Má sjá. Hún er bílaleigusali. Já. Hún er ekki að selja bílalegu. Hún er að leigu bíla. Má sjá, ekki. Já, hún er bara já, þetta er bara bílalega Akureyrar. Hvað? Ekki að spila svona bíl? Já, góðan daginn, hver er það? Arna hér. Arna, er Dagbjört, er hún við? Nó. Ljúfi tónar. Já. Já, maður kannast. Halló. Dæja. Já. Æ, drauti. Já, hæ. Æ, hvað segirðu? Þú hringið með hana? Já, ég var að bjalla. Já, ok. Ég veit að niður vinnu, gleymdi þú einhverju jakka á austur? Ég átti eitthvað að tjekka þig. Það byrði eitthvað, nei? Nei, já, ok, hann var bara eitthvað að spyrja mig. Nú, ok. Nei, hvað varstu að einhverju fyllir í? Hvað segirðu? Hvað segirðu? Ég er að vinna mig. Já, heyrðu, ég ætla að leigja bíl. Dæja, við ætlum að leigja bíl. Ertu búin að leigja marga bíl í dag, eða? Dagbjörn, herðu, þú getur ekki skellt á okkur, við erum viðskiptavinir. Jæja, þetta
Nákvæmlega sem ég vissi þetta færi. Hún nennir ekkert að tala við okkur, það þú getur prófað Eirisi, sko, hún skellir á. Hún hringir konuna hérna? Já, ég byrja að tala bara og... Já, ég kem bara seint inn í. Já, bara aðtók hvort hún fatti það. Ok, maður sjá. Hringið hérna. Íris? Hæ, ástu mín. Hæ. Hvað segirðu? Ég er ljómandi. Hvað er þetta vasast? Við erum hérna. Já, ok, og allir krakkarnir? Ég ekki Þórdís. Nó. Þann Rósa er þetta með okkur. Já, ok, pikkað þú mig upp á eftir kannski? Hæ? Pikkað þú mig upp á eftir? Klukkan 6. Já. Já, ég var að fara niður í bæ núna. Já. Og fóku kaffi eða eitthvað og það er svo geðvitt veður. Það er ógeðslega gott veður. Já, ég er búin að vera með... Ég er alveg sammálaður. Nei, þú ert að... Hvað? Íris? Hún kláraði ekki eins og nei, þú ert að... Og svo bara skella. Jæja, það er alveg saman hvort að sé Dæja sýstu mín eða Íris konun að sveppa. Það nennir enginn að tala við okkur. Hún náðu ekki eins og að segja grínast. Já, bara, og nú farið þau að glesa SMS eða síma. Já, það er alltaf við vittlust. Herru, þau nenni ekki að tala við okkur. Fáum lag. What are we to do? Outlandis, flott lag. Var hann að syngja dansku? Nei, það kemur eitthvað smá danskað inn í held ég. Þú hlýtur nú að heyra það að maður syngur ensku. Já, kom eitthvað svona rugl, eitthvað svona eins og það var í portugalska. Já, það kemur eitthvað ég veit ekki hvort það sé danska, en ég held að það sé pottið danskur. Já, hvað heitir hann? Kim Larsen? Outlandis. Outlandis, já. Það kallaði sig það. Ég veist nú að maður heiti Outlandis Jelsen eða eitthvað. Nei. Svona listanafni hans, eins og Blassa Rokka eða eitthvað. Já. En það er hins vegar komið núna að dagskvölið áður fyrir mig í hitaklefan á Eið Smára Guðjónsson. Komið að dagskvölið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Ég vissi það. Já, ég lum alltaf á nokkurum sturluðum staðreyndum. Geð. Þannig að nú er bara að gera að koma sér fyrir í vinnunum með kaffibollan og ef það er einhver til dæmis að vinna á lager, er að pakka núna eða er að taka saman pöntun. Give it a break. Já, gefðu þessu núna 2-3 mínútur, sestu aðeins og bara chillaðu því að það er komið að sturluðum staðreyndum. Já. Þá má maður ekki vera að vinna. Herru, þá ætlum ég að byrja hér á fyrstu. 2% fólks þjáist af magerokofóbíu sem er hræðsla við að elda. Já. Sturlu staðreynd. Wow. Og já, ég er nú ekki hrættu við elda, þó ég eldi nú ekki mikið. Nei, þú getur verið mögulega... Nei, þú ert ekki hrættu við það. Og hvað heitir fóbían? Arachnofóbía. Nei, það er ekki kóngulegur. Jú. Þetta er magerofóbía. Magerofóbía. Svo er það næsta sturlaða staðreynd. Meðalaldur á mei- og sveindómsmissi allan heim, sem sagt nýjustu könnun, er 19 ára. Meðalaldurinn? Já, svona allan heim. Já. Skilu, þá er öll lönd tekin inn í. Ok, hvað er svona sturla við þetta? Ég veit ekki, þetta er bara svona, þetta er inn á vefnum. Já. Þetta er endilega sturlu staðreynd. Hefurðu skotið á 19? Nei, ég farið yngra. Já, ég hefði haldið svona 17. 17, já. Sammála. Hvað varst þú, gamall lítill kolpur? Þegar ég misti sveindóminn? Já, þegar hann fauk. Ég er svona 16, 15-16. Já. Ég sá hana hérna daginn. Já. Hún er ennþá með hvítan staf og hund. Já. Hún fekk hana. Já, það er það næsta. Samkvæmt rannsókn vilja bæði konur og karlar frekar að maki sinn sé fallegur heldur en mikill kroppur. Sturlu staðreynd. Já. Þannig að ef maður er ekki sammála því, myndur ekki frekar vilja með svona andlits fríða konu heldur en eitthvað svaða kropp. Ljóta konu með hasakropp? Já. Jú. Það er ekki máli. Jú, ég er sammála því. Þannig að þetta er svo sem ekkert endilega sturlaðar staðreyndir í dag, bara staðreyndir eiginlega. Já, já. Svo er það næsta. Lítill svefn eykur líkur á hjartaáfalli og offitu. Já. Sturlu staðreyndirna, nú erum að gera að sofa vel. Já, ég svaf, já. Já, svo er stilli nótt. Svaf illa nótt. Já, passaði þig. Enda orðin feitur. Nei, þú. Eftir nóttina. Sjaldan litið vel út. Það er hárið þér. Svo er það næsta. Marglita getur stungið þó hún sé dáin. Sturlu staðreynd. Wow. Já, þetta var sem er magna. Ganska syndum, hún er dauð, passaði þig. Hún getur samt stungið þig. Já, það er ógeðslegt. Já, þetta er viðbjör. Ég hræðist marglitur. Já. Hvar eru þær alltaf? Sjónum? Ég veit það. Ég veit ekki. Ég veit það. Ég er svona hitabeltis eitthvað, það er ekkert hér, eða? Nei. Það eru Skulum ekki vera fabulegur marglitur. Nei, skulum ekki leyfa fólki að heyra enn einu sinni hvað við erum heimskir. Nei. Svo er það næsta. Súkkulaði, kynlíf og hlátur er það besta sem heilinn fær. Sturlu staðreynd. Já. Ég var mjög ánægð með þetta. Þetta er allt sem ég fíla. Já. Mér finnst gaman að éta súkkulaði. Já. Kynlíf, það er ekkert að ræða það. Hlátur, hvað er svo gaman að hlæja?
og hversu gaman þegar allt þetta þrennt sameinað. Sitja allsber bara með makanum, hámandi sér suðusúkkulaði, grenjandi og hlátri maður. Þá heilin. Þá allt. Það víma. Já, það bara... Ef það einhver alltaf úti svo heppin að vera bara, veist, að gasbranda á einhverju, snikka sér skelli hlæjandi að sofa á konu sinni, þá ertu bara með vímu fyrir heilan. Það ekkert öðruvísi. En ef þú ert einn með súkkulaði. Já. Ertu ekkert með einn með súkkulaði skellir hlæjandi að fylla við? Já. Alltaf á páskum. Alltaf á páskólum. Það fjölskyldan fyrir austur. Svo er það næsta, sturlaða staðreynd, ég held að þú getur haft gaman að þessari. Já. Ísbirnir, þeir svona, nú kemur smá fáfræðið með mér. Ég held, hvað heitir þetta? Hvað? Þegar ketti gera þetta. Þetta hvessa? Nei, hvað heitir þetta? Já, svona, já. Þegar ketti gera þetta, hvað heitir það? Þeir eru bara að... Nú ég að íslenska þetta hérna, ég náðu ekki að fara að googla hvað þetta heitir á íslensku, Allavega, segjum, það veit allir hvað þetta er. Ísbirnir, þeir gera allavega svona eins og ketti þegar þeir eru reiðir. Sturlu staðreynd. Þetta er bara ískra... Nei, man ekki, það er eitthvað orð sem ég man ekki. Nei. Það stóla mér. Já, og það... Gera ísbirnir alveg svo kettir? Já, nema ég held að... Ífra? Nei, það er ekki... Það er hundur. Þetta er svona... Ég held að þeir eru svona, þú verður aðeins hrættar á að heyra ísbjörn gera þetta eftir kött. Já. Þetta heyra bara baku í bara... En þeir gera þetta þegar þeir eru... Reiðir. Já, reiðir, já. Þannig að ef þú heyrir ísbjörn hagast þeir svo kött, þá skal þú forða þér. En af hverju ættu ísbjörnir að vera reiðir? Bara, svangir, þú veist, okkur verður þú reiður. Já, hungur, tilfinning. Ég verð oftast reiður þegar ég er svangur. Já. Þú kynst þig í gegnum tíðina. Og hann fljótar stittir í manni þráðurinn. Já. Herra, svo er næsta. Það kostar $100,000 eða 12 milljónir að fá Selena Gomez í afmælið þitt. Sturlu staðreynd. Selena Gomez er svona Nickelodeon stjarna kærasta Justin Bieber. Já. Þannig að það kostaði 12 milljónir og ætlaði að fá hann í eitthvað barnaafmæli og Þórdísi Köll eða eitthvað. Og hvað gerir hún? Sönguna? Já, hún syngur. Kemur að teka 2 lög. 12 milljónir? Spáði því maður. Það er helviti fínt. Já, svo er það næsta. Meðalpar eyðir 20 mínútum í forleik fyrir kynlíf. Sturlu staðreynd. Já. Passaði það ekki? 20 mínútur? Cirka eitthvað. Já. Það fer eftir ýmsu, sko. Það þarf að teygja þetta eins. Meðalpar? Já, fólk sem er búið að, þá er ég að tala um fólk sem er búið að vera lengi saman. Já. Það er svo það næsta. Fullnæging getur gert konur andfúlar. Sturlu staðreynd. Hvernig þá? Ekki, hvernig ósköpunum ég veit að ég er bara að lesa þetta hérna af blaði. Fullnæging? Já, veist hvað það er? Eitthvað sem að konaðin geti... Bara að hugsa sér svona einhvern tímann í náinni framtíð. Og hérna... Þannig að það er nokkuð ljóst að konað þín er aldrei andfúlar. Það er samt ekkert meira turn-off heldur en andfíla, sko. Ég er alveg sammála því. Við höfum nú rætt þetta áður hérna í þessu þætti. Það er númer 1 hjá mér í turn-off, það er andfíla og svitalegt. Það má ekki, ljótt að segja. Herru, svo er það síðasta sturlaða staðreyndin. Mörgæsir geta ekki lappað aftur á bak. Þetta bara á bakið. Það er eitthvað svona þyngdar og þeir litlir og feitir eitthvað. Það er samt ógeðslega fyndið. Já, ég væri til að sjá hann að reyna það. Mörgæsir, hefur þið séð myndina þarna? Mars, eitthvað, Mors. Stórkostleg. Já. Ég grét næstu ég bara hlata. Já, þetta er mjög... Hilmisnær talar yfir hana. Já. Það er æði. En mörgæsir eru mjög áhugaverðar lífverur. Mjög svo. Gaman að fylgjast með þeim og ég var alveg til að eiga eina. Eiga mörgæs? Já, svo í mig þá. Að vera með einn penguin heima í... Bara þú getur haft hana sem þjón, hún er meira að segja í þjónabúning. Alltaf tilbúin. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Það voru mjög fínar. Það voru nokkra þetta bara staðreyndir og suma sturlar. Já, það var hressandi. Hér rétt handa hodnið er hitaklefi dagsins og það er knattspyrnumæðurinn Eiður Smári Guðjónsson sem er í honum að þessu sinni. En fáum eitt rándýr þetta með Red Hot Chili Peppers. Vel gert, vel gert. Scar tissue that I wish you saw. Scar tissue? Já, þetta er eitthvað svona, bara eitthvað í Bandaríkjunum eitthvað, ég veit það ekki. Bara brjála. Þeir að hlusta hér á... Ég veit það ekki. Önd og sveppa í FM 95 blö. Verðum við hérna með eitthvað til 6 í dag að styttst í hitaklefan. Hann er hér næst á Eiður Smára Guðjónsson en... Þessi hérna talandu með, þessi hérna þjálfari sem er að þjálfa landsliðið. Já. Hvaða gæi er það? Lars Lagerbäck. Já. Sænskur þjálfari sem var að þjálfa, hann þjálfaði Svía. Já. Hann hafði fínum árangur með þá. Sænska landsliðið? Já. Já, ok. Er hann bara býr hann hérna á Íslandi núna eða? Nei, hann kemur bara hérna og horfir á nokkra leiki og svo, veist að ég held að sé draumajobb að vera landsliðsþjálfari Íslands. Já. Engin pressa þér. Engin við neina. Nei, það er bara við erum unnu. Wow. Og reyndar er komið smá pressa núna, við erum með gott lið núna.
Til dæmis ef við vinnum ekki Færeyja á morgun, þá er bara eitthvað að. Ekkert flóknara það. Já, gott lið. Hvenær er næsta stórmót? Það sem sagt, þetta er undirbúningur fyrir það. Fyrsti leikurinn í riðlinum er 7. held ég, september á móti Norðmönnum hérna heima. Þannig að það er svaðaleikur. Það er alvöruleikur. Það er alvöruleikur. Ég ætla bara að fara á alvöruleiki, sko. Já, ég ætla að kíkja leikinn á morgun. Já. Þetta er ég ekki með 3 börn eins og þú. Nei, þannig að það er alvöruleikur. Já, og ef okkur gengur vel þar, þá getum við verið á leiðin til Brasilíu á HM 2014. Þann dag sem að Ísland fer á HM í knattspyrnu, þá mun rigna í helvíti. Nei, akkur er það svona svartsýn? Ekki svartsýn. Nei, hvað þá? Ekki svartsýn. Hvað ertu þá? Ég er bara raunsær. Nei, við erum konið með, við erum með topp leikmönnum alla Evrópu núna. Já, ég held að við sjáum það svolítið á morgun, sko. Nei, við sjáum það ekkert á móti Færeyjum, við sjáum á móti Noregi. Já, sko, ef við vinnum hennar leik, ekki 3-0 eða meira. Á morgun? Já. Þá trillist. Eins og leikmennir eins og ég var að ræða við hérna áðan, sko, ég get ekki nefnt einn leikmann í færeyska landsliðinu. Nei, það er bara það kjánalegt ef við töpum, er þetta ekki bara einhverju bensíntittir og einhverju svona strákar sem eru bara skottast þetta frá Færeyjum og 2-0 sigur fyrir Íslandi, saman sem tap. Nei. Þetta er satt. Sigur er alltaf sigur. Og þessi þjálfari, þá, þú veist. Hann er samt búinn að vera að gera ágætis hluti eins og bæði á móti Svíþjóð og Frakklandi, ég horfði á báða leikina daginn. Þá voru bara Íslendingar að spila fótbolta í fyrsta sinn í langan tíma, láta boltan ganga og... Já, hvað, koma þá bara að segja, strákar, herðu, þið þurfa að láta boltan ganga meira. Nei, við erum bara konið með hans betri fótboltamenn núna. Já, ok. Þetta er oftast verið þannig að við erum með góða varnamenn og svo við vantar svona aðeins upp á framar á vellinum. Núna er þetta orðið öfugt. Nú erum við með góða miðjumenn og góða framherja, en vantar svona aðeins kannski að þétta vörnina. Hvað er Hemmi Hreiðars? Hemmi Hreiðars? Hvað er hann ekki fertur? Ég held að hann sé bara... Hættur? Nei, hann er nú að leita sér að liði. Hann er svo gaman að þessi, ég hitti hann nú en daginn. Hann ætlar ekki að hætta alveg strax. Hann reyndar með skrokk líka eins og ólingur. Búinn að halda sér í góðu formi og hann er engin feitabóla, sko. Nei, hann er duglegur, sko. Enda Eyjamaður. Já, grjótharður Eyjamaður. Já, þeir eru það alltaf, sko. Tryggvi Guðmunds, hann er ekki í hópni núna, gaf ekki kost á sér. Nei. Hann ákvað að sleppa þessu leik. Já, hann er náttúrulega með 4 börn og hefur nóg annað að gera heldur en að spila fótbolta. En hann reyndar hittist strákuna Nordica í Nei, ég segi svona. Tryggvi góða vinnur okkar. Já, ég myndi ekki, sko, hleypunum inn á Nordica, sko. Já. Þetta er mestalagi andir. Það er bannað að gera grína Tryggva. Hann er búinn að biðjast afsökunar, hann var á þjóðatíð, fekk sér 2 kalda, og svona er þetta bara stundum. Ég er samt ánægð með Tryggva, það er nefnilega mál með Tryggva. Hann nefnilega, sko, hann er svona eini gæinn sem að getur skítið aðeins á sig, svo kemur hann bara tilbaka og skora 3. Já, ég menn hann er markaðasti leikmaður Íslandsmótsins frá upphafi. Já, hann bætti metið núna í sumar og það er hrikalega leiðilegt, ég verð að viðurkenna það, nú þekki nú Magga Gylfa líka ágætlega, það er svona hæ og bæ. Mér finnst rosalega leiðilegt að Tryggvi sé ekki að fara að spila meira fyrir IPVF. Hvað er hann búinn að skora mörg núna, Tryggvi? 140, ég manna það ekki. En núna bara í sumar? Já, bara 1 held ég. Já, ok. Bara þetta eina mark sem að, hann var jafn að Ingi Björn Albert eða eitthvað. Þeir voru jafnir sko, hann fór yfir hann. Já, ok. En hann er ekkert að fara að bæta át í sumar allavega, spurning með næsta sumar kannski. Næsta sumar? Hann er 39 ára. Já, hann er bara eins og Benjamin Button, verður betri með aldurinn. Það er bara þannig. Herru, fáum Múkisson, svona Hittaklefinn, Guð Jónsson. Nú er bæði djúp og breið. Vinsalisti tónlistamæður Íslands í dag kalla sig Múkisson og lagið heitir Kletturinn. Það er eins og að komið hér að dagskrárlið sem að var í pásu hjá okkur síðasta þriðjudag og dettur svona inn með reglulegu millibili. Er alltaf á þriðjudum og heitir Hittaklefinn og já, sá sem er í Hittaklefanum að þessu sinni er Eiður Smári Guðjónsson og við skulum bara setja Hittaklefan af stað. Halló. Er það Eiður Smári Guðjónsson? Já, það er hann. Komdu sæll og blessaður og verður velkomin í Hittaklefa dagsins. Já, takk fyrir það. Með hvaða liði spilar í dag, Eiður Smári? Engu. Af hverju ekki? Ég er ekki búinn að finna mig. Vill ekkert lið fá þig á það? Sýnist ekki. Hvenær veistu það? Kannski á morgun. Hvaða lið ferðu í? Ekki hugmynd. Hver veit að fá Eiður? Bara Guð einn veit það. Vill einhver fá einhvern haltan fytulung? Virðist ekki vera. Hvar er demans eyrnalokkurinn þessa dagana, Eiður? Hann er týndur. Hver týnd honum? Ég. Varstu fullur og ógeðslegur? Nei. Nei, datt hann bara úr eyranu á þeirra? Ég held það. Hvort finnst þið betra hvítvín eða rauðvín? Rauðvín. Hvort finnst þið skemmtilegra blackjack eða rúlletta? Svaraðu! Blackjack. Þú ert spilafíkill! Nei. Hefurðu týnt á díappa, Eiður Smári Guðjónsson? Ég fann hann aftur. Já, það týndur á díappa! Í smá stund, já. Ertu útrásargosi? Nei. Jú!
Nei. Ertu spenntur fyrir þessum leik á morgun á móti Færeyjum? Já. Segðu satt! Takk satt. Segðu satt! Þetta alveg satt. Ertu spenntur fyrir Færeyjaleiknum, Eiður? Mjög. Þú lígar! Hefurðu snett kynfæri á öðrum kallmanni? Hugsalega. Var það í Húsafelli? Nei. Gylfi að stela frumunni þinni? Nei, hún löngu farin. Hún ekki farin! Trú ykkur. Þú stóðst ágætlega. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna í Hittaklefan. Takk sem leiðis, drengir. Og ekki ljúga Húsafell aftur. Það eru 2 mennir sem vita hvað gerist þar. Verið blessaðir. Hann komst ágætlega frá þessu. Já, hann svo svöldu slagur alltaf. Já, líka svo erfitt að því að hann veit alveg hvað hann hefur okkur, sko. Já. En þetta var Eiður Smári Guðjónsson í Hitaklefa dagsins. Give me a time and place, I rendezvous, I fly to it. Sendu SMS í 1902 smálán.is. Ekkert stórmál. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á stærsta 3G neti landsins. Fyrir það gætirðu postað cirka 10.000 myndum á Facebook. Like á það. Tal. Svona á samband að vera. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá Orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Skeljungur. Jójó Ís opinn til 11:30 í kvöld. Fyndu þitt bragð. Jójó Ís, Nýbílavegi og Snorrabraut. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Sólin úti og skýin líka. Það stórleikur framöndan. Ísland að fara að keppa við Færeyjar í knattspyrnu á morgun. Já, þetta nú leikur sem íslenska landslið á nú að vinna, fjandinn hafið það. Já. Það ekki. Já, ég meina, í hvaða sæti erum við á styrkleikalista FIFA? Við nennum ekki eins og að ræða það, við erum það neðarlega, sko. Já, við erum það neðarlega. Það eru lönd sem eru betur en við í fótbolta sem ég vissi ekki að vera til. Já, það eru bara til lönd sem eru ofar en við á þessum styrkleikalista sem að veit ekki hvað fótbolti sko. Já, sem að nota sko höfuð í staðan fyrir bolta. En við erum alltaf að fara að keppa við Færeyjar Færeyinga á morgun. Já. Í leik sem að, Evrópa býður eftir og við vorum að spá að hringja núna til Færeyja. Já, ég hef aldrei hringt til Færeyja. Nei, við höfum enda komið til Færeyja, auðvitað og sveppa. Já, það var mjög gaman. Já, veist, reyndar, fordóma mínu gagvart Færeyju minnkuðu rosalega þá. Mér fannst ógeðslega gaman. Af hverju varstu með fordóma gagvart Færeyju? Ég leit alltaf á þetta sem svona litlu lúða frændu okkar eitthvað svona. Já, veistu hvað, það er til málsáttur þetta. Hvað? Heimst heima alið barn. Já, það er ég. Það er alveg, veist, ég hef aldrei að neita því. Nei. Herren, ef við ekki að hringja? Jó. Og við ætlum að spyrja hvort ég sé ekki að... Digga leikinn. Já, það er spennt fyrir honum eitthvað. En kanntu færisku? Já, þú talar bara íslensku eins og sitt fullur, eða ekki? Já, þú kannt ekki íslensku, þannig að... Já, ég er nú tæpur þar. Já, þannig að... En ég er að hringja hérna á eitthvað kaffihús. Já, Kaffi Natúr. Já, Kaffi Natúr sem ávist að vera þeirra svona vinsælasta kaffihús. Í Færeyju. Kaffi Natúr? Já, Kaffi Natúr. Ja. Já. Hæ. Hæ. Halló. Halló? Ég heiti Kaffi Natúr. Já, herðu, hérna... Það er leikur, það er stór leikur á morgun. Orsaka, ég skil ekki hvað þú segir. Heyrðu ekki hvað ég segir? Þetta er strax fyndið. Það er stór leikur á morgun í fótbolta. Ó, já, stór leikur, fótboltaleikur. Já, stór leikur, fótboltaleikur. Og á Íslandi. Já. Já, vissur af því? Altså, byrja hvað? Vissur að það væri Ísland-Færeyjar á morgun í fótbolta? Og í morgun? Já. Nei, það vissi ég ekki, nei. Nei, vissi ekki. Nei. Ertu búin að fá þér eitthvað? Altså, what are you asking me? Við erum bara að spjalla við þig landsleikin á morgun. Yeah, but I don't watch football. Nú, okkur? Okkur? I really don't know. Nei, ok. En skilur þú það sem við erum að segja við þig? I understand a little bit. Ok, nennir þú að tala færeysku við okkur? Okay. Ok. Hver er besti leikmaðurinn í færeyska fótboltanum? I really don't know anything about... Ég veit ekki fótbolt. Veit ég ekki fótbolt?
Jag vet inte. Veistu eitthvað handbolta? Nej, jag vet inte om idrott. Jag följer 20 idrotter. Og hvað gerur á kvöldin? Kan det göra om kvällen? Mikið að gera á Kaffi Natur? Fólk að fá sér bjór og svona á daginn? Ja, men alltså vi kan gott... Vi har en showverse till att tända lightning och så folk kommer följa vi. Þetta misti hann aðeins. Já, ég líka. Já, ok. Þannig að þú horfir ekki á fótbolta og ekki handbolta? Yes, we have TVs. You have TV there? Yeah. Me too. That show if you want to see something down here. Okay. But I don't watch it. Do you get Evrópski draumurinn? Did you see that? Did I see what? Nei, ekkert neitt. Herðu, ok, viljum að hringja einhvern annan. Takk samt fyrir að tala við okkur. Yes, okay. Við elskum þig. Í hver ertu? Yeah, okay, I don't understand. Í hver ertu? I don't know. Í hvernig fötum ertu? Hæ? Í hvernig fötum ertu? Í hverjum hvert? Í hvaða fötum ertu? Fötum? Já. Skóm? Já, bara í skóm, já. Það er frábært. Það er alveg galli. Så det prank call eller? Já, við erum að grillið þig gaman. Það er smá grín. Þetta er Raut og Sveppi hérna á FM Blöð. Það er þetta með kottan gamli. Herðu, það er leitar maður. Já, ok. Já, ok. Við heilsa þér í skónum. Hún var bara skóm þessi. Já, hún vissi ekkert. Þannig að hún fór strax að tala ensku. Já. Samt er við að reyna að tala í... Hún skildi allt sem við sögum, sant? Já, hún gerði það. Það var fallegt. Já. Viltu, ef þú hringið færi ekki viðbót? Já, endur það. Ég er með gemsanúmer hérna nefnilega. Já. Færingar, þetta er yndisleg þjóð. Já, þetta er svona, ég held að þau séu betri en við voru þau ekki að lána okkur einhvern pening daginn. Ég var að lána okkur 1100 kall. Það skulle við sjá hérna. Þeir syngja ekkert, sko. Þeir eru ekkert hann, tjöttala bara söndala dotta. Ég bara veit það ekki. Þeir tala bara svona... Já, það er eins og ég sé að syngja. Það er líka pínu að fyndi, það er eins og ég sé pínu í því alltaf. Þetta gemsunum er ekki að svara. Nei. Hörru. Þetta er rugl. Já, fáum eitt lag og svo reynum við að hringja aftur. Ef við náum einhvern færingi á flug. Já, líka, veist það er skemmtilegt. Hérna er ég með gemsanúmer, sko. Já. Það var bara að hringja eitthvað með kaffihús. Já, bara allt innu hringir í gemsað bara... Já, bara eitthvað, hérna bara bull frá Íslandi. Já, það eru meiri líkur á því að... Hefur þú einhvern tíma lendið í svoleiðis ævintýri? Nú spyr ég. Nei, nú lendið í ýmsu og hókina reynslu. Halló? Já, hver er það? Halló? Já, halló. Já? Hvað segirðu, kallinn minn? Hver er það? Þetta er Öddi. Nei, það voru ring fæl. Þetta er Raut og Sveppi hérna. Horfið þú á fótbolta? Hæ? Horfir á fótbolta? Fótbolta? Já, horfir á hann? Nei, það voru ring fæl góði. Nei. Nei. Horfir á fótbolta? Fótbolt? Við ringjum frá Íslandi. Já, ég var kunskóld að snakka við. Já, ég ætla að snakka við þig. Það er Ísland Færeyjar á morgun. Landsleikur í fótbolta. Vissur það? Nei, það signaði, þú voru ringt hæfæl. Hæ? Ringi high five. Hvernig er færeyska verjan í fótbolt? Er það góðir? Þú voru ringt hæfæl góði, allagi. Hæ? Ekki allt í lagi. Sjómlega? Nei, maður. Þetta er gemsanúmer, þann heldur bara sem að ruggli sig, sko. Já, voðalega allir neikvæðir eitthvað. Já, þessi færingar, þeir eru allir neikvæðir. Já, samt sko það svo fyndi. Þetta er síðasti hérna. Það er samt svo fyndi að, sko, ef ég væri til dæmis stattur í Færeyjum að vinna þar, sem að geta nú alveg gerst, duglegur maður. Hérna, og yfirmaður minn væri að skamma mig, ég myndi bara hlæja, held ég. Já. Heyru, þetta er svo rosalega jolly eitthvað. Já, þetta er svo fyndi að heita. Já. Þetta er svona bjöguð íslenska. Og þeim finnst ógeðslega aðsnaðið að hlusta á okkur, sko. Já, sjálfsögðu. Þeim finnst Íslendingar algjöru vitleysingar. Ég fattaði það alveg, sko. Hann er núna bara djöfusins vitleysingar eru þessir Íslendingar. Er þetta Gemsi eða heimanúmer? Gemsi. Halló? Já. Þetta er Sveppi. Hæ? Ég hringi frá Íslandi. Já. Já? Nú er Ísland að keppa í spila fótbolta. Já. Á mójen. Það veit ég sem.
Ikke kjenner, ja. Nej. Á móti Færeyjar. Ja, väl och väl. Jag tror det är wrong number, tror jag. Hvað segirðu? Nei, ekki vitlaust númer. Nei! Færeyjar! Ég nefnir sig ekki. Nei, við gefumst upp á þessu. Færeyjar, bara gleymið þessu. Áfram Ísland og við... Fá með kaffi. Já, ég spá þessu, hvað ég að segja, 3-1. Kynir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi mynd dagsins valin og ef þú átt hana, færðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasniður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánari upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Tónlist.is gamanferðir Vá Air og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráðu í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynir Step Up Revolution. Magnaðar dansenur. Step Up Revolution. Frumsýnt 17. ágúst. FM 95 blöð á FM 95. Það rétt er Jói Dans FM 95 blöð hér á FM 957. Þetta er nú meiri þunglindi spilunar hann í Færeyjum. Við erum hættir að ringja þangað. Ég nenni ekki að ringja þarna fleiri. Nei, þetta er ágætt. Þetta er alltaf sama, bara svara á og skellt á. Já, það er kannski að þurfum að ringja í gemsa, sko. Maður hefði átt að ringja í fleiri svona verslanir. Þá reynir fólk að vera með meiri þjónustulund. Hún átt á kaffihúsinu, hún spjallaði nú alveg við okkur. Já, hún var hress, sko. Já, en þetta er líka að þú hugsar að segjum að þú væri bara að rölda með konu og börnum. Það væri eitthvað frá Færeyjum að ringi þig að spyrja á til landsleikin. Þú myndir bara, þú veist. Já, ég myndi bara skella á. En ef ég var að vinna í búði eitthvað, þá myndi maður svona, já, get ég aðstoðað? Hver er þetta? Hvað er málið? Ég gerði alltaf allt annað en að vinna þegar ég var að vinna eins og ég, veist, á lager og svona. Þannig ef ég fekk eitthvað svona tækifæri eins og að vera eitthvað að ringja okkur öðru landi, ég er eitthvað að treyna því svona 10 mínútur. Já, halda því. Það var bara 10 mínútur frá vinnu hjá mér. Já, bara ég lenti í algjör rugli, það var verið að ringja mér frá Júgóslavíu. Maður á að ljúga því bara. Þau voru að spyrja hvernig ég held að leikunum færi. Bara að koma þegar yfirmaðurinn kemur og segir, hvað ert þú búinn að vera, sagði? Heyrðu, þetta er eitthvað smá skrítið maður, það var hringt í mig frá Júgóslavíu. Nú, hvað? Þú var að vinna hana? Já, ég skildi ekki neitt. Já, bara talaði um í 10 mínútur. Hún talaði um í 10 mínútur, ég er búinn að reyna að útskýra fyrir hann, mann hefði verið að reyna að hringja vitlaust númer. Já, þú voru að vinna? Já, maður, ég elska að vinna. Laugstu oft þegar þú varst að vinna eins og í Grænmetinu og í Hagkaup og svona? Hringdur þau til dæmis sem veikan eða sagðir eitthvað að vera veikur í fjölskyldunni, það var ekkert að þeim, eða þér? Nei, ég laug aldrei upp á fjölskyldumeðlimi, sko. Nei, maður aldrei farið svo langt. Nei, ég laug ofta að ég væri veikur. Já, ég tók mína 2 daga. Já. Sem ég á bara líka bara samkvæmt, þú veist, samkvæmt ríkinu. Nei, þú átt ekki að taka dagana einu, sko. Nó. Og það sapnaði með þú skildir allt í henni verða í álfurinni veikur. Já, þetta er svona úlfur. Já. Svona ekta ég. Það eru margir sem gera þetta, það taka alltaf 2 daga, sko. Já. Ég held ég að tekja með til í 2 daga, fjandinn hafa. En svo er svo ömurlegt þegar maður verður svo veikur, sko. Já, skelfilegt. Það er, já, maður á ekki að vera eigið á dögun. Nei, ekki þannig, sko. Nei, það styttist hér í dagskráliðin lagið á leiðinni heim. Ég var að spila ef að þér kannski að sjá það dagsöppi. Já, ég ætla að þú ert búin að vera í svo góðu skapi og jolly og hress. Já, ég skal finna gott lag. Meðan að kláða þannig í nótt. Annusinn? Já, ok, svona áður við fáum næsta lag. Ég hef aldrei lent í þessu það sem að þú lentir í nótt. Það er að segja bara get ekki sofið vegna kláða í rassinum á mér. En hefur lent í því, ég lendi stundum í því að það skerst svona auga, ég veit ekki hvort það er eitthvað inn í augunni eða hárinu eitthvað sem að það er svona eins og sé búið að skera á himna hjá það bara grætur og getur ekki loka augunum. Það er svona rispast eitthvað. Já, það er viðbjöður. Ég lendi því svona einu svona 2 mánaða fresti. Já, alveg? Já, og það er bara svona, gerist bara í nóttina minni sofandi. Já. Og ég vakna alveg við en get ekki opna auga og get ekki loka, ég grenja á þetta, barast. Þá veit ég frekar klæði rassinn, sveimi þá. Nei. Jú. Nei. Víst. Ég sverða, ég myndi frekar vilja vera, þú sko, þér er illt í auganu, þú ert með annað. Þér er illt í raskatinu, þú ert ekki með annað. Já. Ég myndi samtaka það bara. Spooks með Things I've Seen og, já, hlutirnir sem maður hefur séð. Spooks.
Já, hljómsveitin heiti það. Herri, ég ætla að nota tækifæri fyrir óskæði til hamingju með sigurinn í Evrópska draumnum hérna. Já. Pétur með mér á morgun og... Var það gaman maður. Þetta var fantasigur hjá okkur. Já, við vorum segir sko. Ég held á tímabilið þegar við vorum í þessu. Og það því að sko þegar við erum að úti og þið eru annar staðar og við erum eitthvað heyri í ykkur. Það alltaf svona ákveð chemistry sko. Ég treyst ekki orðaði sem að þið segja sko þegar við erum að tala við ykkur á kvöldin og svona. Við vorum mjög duglegir þannig þegar við erum duglegir sko. Já, ég nefnilega, mér fannst ég og Pétur svo ógeðslega duglegir að safna stigum. En ég hugsaði bara, við erum að vinna á pottþétt. Samt voruð þið að tapa fyrir loka umferðina. Já, og þá hélt ég væri að vinna sko. Já. Þá var ég í actually pínu svona, ég trúi ekki, þeir eru pottþétt að ljúga. Þeir eru eitthvað að svindla, að brjála. Að við værum fyrir ofan ykkur. Já, ég trúi því ekki, sko. Þú veist náttúrulega, við erum duglegir, sko. Já, ég veit alveg hvernig þú er, sko. Ég vissi að Steindi, hann var svona vesinnið í þínu liði. Já, hann var samt duglegur, sko. Ég má ekki taka það að Steinda, sko. Þú náttúrulega sendir hann í allt, lést hann gera allan fjandan. Það var alveg svo. Og ef það var eitthvað, þá sendið þú hann í það. Herðu, þetta grínast, ég geta kakkalakka viðbjóðan ég tók að mér hellingað ógeði, sko. Eina, ég lit hann láta líði yfir sig. Já. Hann var fín, hann var góður í því. Þegar Steindi átt maur. Já, sástu það? Það er astanlegasta sem ég átt kakkalakka sem var á stærðið, sko, kött. Og jú, ég hristist allur eitthvað en ég kúaðist ekki. Hann átt maur sem ég sá valla og hann bara kúaðist og ældi. Ég skildi ekki hvað var í gangi. Ég fyrst að vera að leiki þetta, sko. Það er þetta ógeðslega að finna. Svo sá ég bara ælu kom úr honum, þannig að það var alveg stórfurðulegt. Segir okkur allt Steinda, hann er ótrúlega mikill auðmýr. Já, þetta er svona nettur rævill. Já, hann er svona hræðist allt, viðstu örglega, hann er eins og þú. En samt, sko. Vant að fara í kalda sturtu. Samt gerðan allt, við hoppum og flugvél og litum berja okkur og hólist nákvæmlega. Hafa sig allt, sko. Já. Þannig að þegar að koma kapplöpunum litla, þá var ég brjálaður, sko. Já, það var endar náttúrulega hendað okkur Steinda illa að þið þarna, þú og Pétur bara eins og einhverju gamli sjóarar rötuðu bara Amsterdam, það var bara lóin á okkur. Við fengum hjólagæinn, hann rataði svo vel, hann vissi nákvæmlega hvað það var. Bílinn sem skull á okkur var með allt niður þessi, sko. Það var klift vel það atriði. Við vorum að vera bilaðir í bílinn því hann var alltaf að keyra einhverja vitleis og götur og eitthvað. Þannig að þetta var ógeðslega pirrandi. Við áttum að ná ykkur þegar ég hélt ná ykkur þegar við vorum konir í bílinn, sko. En þeir voru vel að þessu konir. Ég var einu sinni hræddur Steinda. Hvernig var það? Þegar hann týndist þarna í Rauðahverfinu. Ógeðslega leiðilegt. Já, ég skal taka það fram þetta. Hann týndist ekki í Rauðahverfinu. Týndist enginn og allir feskir. Ætlum að fá hérna hins vegar lag sem að minnið mig á Ameríska drauminn. Já. Það var mjög vinsælt þegar við vorum þar. Ég ætla að finna lagið á leiðinni heim nú. Já, svo er það lagið á leiðinni heim og það er Sveppi sem sér það. Sem fær að velja þessu sinni. Ég er að finna það. Já, ég fýla það. Ég held að þú getur kokkað eitthvað gott lag upp. En herru, þú veist, ég fæ alltaf sendt svona hérna á preppinu. Já, fréttir. Já, svona fullt að líka svona ruggli. Já. Og ég var að spara að lesa fyrir hérna. Nú búið að taka saman, þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hluti sem að hjálpa þér til þess að lifa lengur og betra, lengra og betra líf. Já. Ef þú vilt lifa lengur þá áttu að fara eftir þessum lista. Já. Langar að heyra, hvað áttu að gera þú vilt lifa lengur? Bara hreyfa þig og borða holt og ekki gera þetta, ekki reykja og... Já, ég er að spyrja, viltu heyra það? Já. Ok. Herru, ekki éta of mikið. Ok. Aldrei borða þig ofsattan, þetta er sem sagt einhver japanskur vísindamaður sem er að hérna með þessa könnun hérna. Já. Og þú ert aldrei, og Japani gera þetta lítið af því stendur hérna, aldrei að borða ofsattan. Ok. Bara svona temmilan. Þetta er eitthvað sem maður áreindar að, þú veist, gera. Já, þetta er ekki sem gefið sér. Ég þóli ekki þegar ég pikka mig út. Bara étiði mig. Það er allt til það. Nei, ég gera alltaf þegar ég panta pizzu. Já. Ég get bara ekki hætt. Herru, svo er það næsta. Herru, það er kynlíf. Já. Þú stundar kynlíf og hér stendur 2 til 3 í viku. Ok. Það er mjög gott. Og... Einn eða með fleirum? Já, ég veist, með makaðinum. Já. Það er ekkert að tala um því einan hérna. Nei, ok. Ekki að horfa mikið á sjónvarp. Og hér er talað um það að sjónvarp sé hættulegt því að það hjálpa eins og við ofát og allt það. Já, það ertu með snakkið og lakkrísreimarnar beint fyrir framan grímuna þér. Já, það er svolítið að horfa sjónvarp ástæðan með snakk og lakkrísreimar fyrir framan sig. Og ekkert að ríða á meðan. Nei, en hérna allavega, þetta er líka eitthvað á hjartanu, þannig að slökka á sjónvarpinu stendur. Nei, það er ekkert slökka, má nú alveg horfa þessu sjónvarpið. Ég held að sé að tala bara ekki of mikið. Svo átt að reyna að forðast sólina. Já. Ekki vera mikið í sólinni.
Mér finnst það reyndar lélegt. Já. Ef það sól, þá fer ég í hérna, það bara þannig. Svo átt að hafa samband við fjölskylduna mikið. Vera mikið í kringu fjölskylduna hérna. Heyra í foreldriðinum og systkinum stendur hérna. Já. Og hérna líka talað það að tala við fjölskyldu og vini sé gríðarlega mikilvægt því að einmannaleiki er hættulegt. Það stendur bara hérna loneliness is a greatest risk for elderly people. Þannig að þú veist, eldra fólki, það má ekki vera einmanna. Nei, þú ert nú ekkert mikið að heyra í foreldrunni þegar þú ert orðinn eldri. Nei. Nefna bara í gegnum miðil. Já, þú getur talað það bara börnin þín. Herru, svara hérna. Drektu í hófi, ekki meir en 2 glös á dag. 2 glös á dag. Þetta allt bara í hófi. Já, ég veit það. Þetta allt hóf. Ég ættu ávexti og grænmeti stendur hérna líka. Já, en gerðu það í hófi. Hreyfðu þig vel. Já. Og ekki reykja. Já. Þetta voru þessi Níl. Þetta voru ömuleg könnun. Hvaða Japani þetta? Ok, þá hefði ég kannski frekar átt að segja bara frá því að Lego 80 ára í dag. Ef hvort myndið þú vilja, já það geðvægt. Hvort myndið þú vilja, skilurðu, vera 100 ára og vera búin að horfa lítið á sjónvarp og borða lítið og eitthvað svona, allt sem þú varst að segja. Já. Eða deyja 70 og vera búin að, þú veist, liffa. Já, kannski ekki 70. Þú verður að liffa. Liffa til 80. Já. 85 kannski. Hvað er svona draumatalan? Hvernig viltu kveðja þetta? 80 pluss, þá er ég góður. Já, sama hér. Það er bara að gera alla fjöldan. Þá held ég. Og veist, þá er líka svo gott að vita að við erum ekki hálfnæður. Já, nákvæmlega. Þú ert reyndar orðin 35 ára. En lifir góðu lífi, étur grænmeti og stundar ekki líf og horfir lítið á sjónvarp. En það komið að laginu á leiðinni heim og hvað ætlar að kokka handa bæði mér og hlustendur? Gottu nú með eitthvað grjóthart og gott lag. Kæru hlustendur Þú var á leiðinni heim núna. FM 95 blöð. Já, þú var á leiðinni heim og ert að hlusta útvarpið, eins og margir núna. Ó já. Og það eru margir sem ekki endilega á leiðinni heim, það eru sem að taka til á skrifborðinu sínu. Já, ok. Klára daginn, lokunum. Og við ætlum að lokunum. Við erum nú ekki að kveðja, þetta er bara að lægja á leiðinni heim, sko. Já, við ætlum að loka þessum degi eins og stórkostlegu kvikmyndin Fight Club var lokað á sínum tíma. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá Erti.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Tónlist.is gamanferðir Vá og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráði í pröfuáskrift á Tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Ef þú ert heppinn er þú að fara með okkur á tónleika í London 7. september með Lady Gaga og mátt bjóða einum með þér. Hversu magnað er það? Dregið verður út 17. ágúst í beinni útsendingu hér á FM 957. Tónlist.is gamanferðir Vá og FM 957 á tónleikum með Lady Gaga í London. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítrann með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þegar svo við bætist 4 króna almennur afsláttur með orkulykli eða skeljungskorti, erum við þá ekki að tala fastan 10 krónu sparnað hjá Shell? Skeljungur. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. FM 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
you been all my life? Það góð spurning. Já, ég ætla að vona enginn hafa verið á leiðinni heim núna. Hvað er það? Já, þetta gott lag. Ég veit það. Jú, Rihanna alveg með þetta. Já, hún góð söngkona og flott og æðislegur artisti og hefur gert æðislega hluti. En akkur hefur verið að syngja með eitthvað, hvar hefur verið? Það eftir að segja þetta öll lög, Sveppi. Þú veist, akkur að syngja með eitthvað þriðjudag. Skilur þú, það er það að rakka niður öll lög ef úti það er farið. Hvað, ertu að tala Ruby Tuesday með Rolling Stones? Já. Hættu. Hættu að rakka niður í hönnu. Við Sverrir Þór Sverrisson búin að vera þetta með eitthvað síðan 4 í dag. Klukkan er að vera 6. Stýttist í Rikka G. Rikki G er hann, ég veit ekki hvort það sé ykkur frí. Hann var allavega ekki þetta í gær. Nú ekki. Þú djöfisins leti í honum maður. Ok. Sigur hann að velja sér ykkur ný fötstrákurinn. Já, hann þarf að fara í... Ég ætla ekki að segja. Jú, hvað er það? Ég er þetta, við erum alltaf að stríða Rikka greiður. Nú er það? Já. Hann er búin að bæta á sig það? Er hann? Já. Nei, hann bara valinn vestklæti Íslendingurinn hérna í FNÍF blöðun sinni. Nú er það? Já. Akkurru? Hann klæði sig skringilega. Já, ok. Svona oft í támjóum, lakkskóm og íþróttaböksum. Sem er skrítið og... Það eru bara geðsjúklingar sem er þannig, sko. Já, hann á einhvern tímann eftir að setja varaldi yfir andlitið á sér og leggja stað, sko. En við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustununa í dag. Sveppi, takk fyrir að vera með mér hérna, Sverrir Þór. Ánægðin mín. Og já, við þökkum öllum sem að hlustu. Við Pétur Jóhann Sigfússon verðum mættir hérna á morgun klukkan 4 og já, Tong verður á sínum stað því að við erum konum með góða hugmynd fyrir Tongaran. Ekki missa því. Heldur að við veitum að Gunnþór mæti líka. Það er klukkan 4 á morgun. Takk vel á móti Rikka hverjum sem er hérna á leiðinni í stúdíóið. Hafið það gott og já, bara njótið kvöldsins. Já, við endum þetta á Coldplay og flottulegi sem heitir Viva la Vida. Viva la Vida! Viva la Noca. Verslanir okkar eru fullar af öflugum Dell fartölvum fyrir skólan með 3 ára ábyrgð. Advania, Reykjavík og Akureyri. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58 12345.